Já, góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í Gjallarhornið, þar sem við tökum púlsinn á mann líðandi stundar. Ég heiti Magnús Benediktsson og með mér sest Birta Karen Tryggvadóttir. Viðmælandan okkar þessu sinni Óli Björn Kárason, þingmaður og mikill baráttumaður frelsis hérlendis. Vertu hjartanlega velkomin, Óli. Þakka þér fyrir það, ég vona að ég standi undir þessari kynningu. Já, allan daginn. Herri, segð mér aðeins, hver Óli Björn? Hvar fæddistu og hvernig var æskan hjá þér? Bara svona, já. Ég og verð og hef alltaf verið króksari, fæddur á Sauðárkróki og þar með Skagfirðingur. Þó ég hafi nú kannski ekki búið þar frá því ég rauninni fór að heiman í menntaskóla á Akureyri, nema þá rétt á sumrinu nokkur ár. Ég hluti af því sem kallaðist í gamla daga norður og Sauðárkróki bakaris íhaldið. Já. Ég í orðsins fyllstu merkingu fæddur í bakaríinu á Sauðárkróki, uppi í bakherbergi hjá af og ömmu, en þau áttu og ráku Sauðárkróksbakarí af miklu myndabrag. Og svona æska mín mótaðist dálítið af þessu. Hún mótaðist líka af því að svona baráttu minnar fjölskyldu en líka baráttu sjálfstæðra atvinnurekanda á Sauðárkróki og baráttu sjálfstæðra bænda í Skagafirði gegn ægivaldi kaupfélagsins. Þó að kaupfélagið séu þetta orðið dálítið annað fyrirbæri heldur en það í dag. Þá var þetta nú enga síður og ég var þeirra gæfu aðnjótandi, ég auðvitað átti bara venjulega góða heilbrigða æsku, ég meina fjölskylda mín var svona virk í leiklistarstarfsemi á Sauðárkróki sem var mjög öflug á þessum árum. Þannig að ég kynntist leiklist mjög mikið og mjög náið og mörgum af bestu leikurum þess tíma, meðal annars Gísla Halldórssyni hinnum og fleirum sem komu norður, bæði til leikstýra og fleirum. Bæði móðir mín en þó sérstaklega faðir minn voru svona mjög virkir þátttakendur í leikfélaginu. Móðir mín var tónlistarkennari og síðar skólastjóri tónlistarskólans. Og eins og gerist á svona litlum stöðum að þá það auðvitað talið eðlilegt að sonur skólastjórans í tónlistarskólanum að hann búi yfir sömu hæfileikum og móðurinn þegar það kemur á tónlist. Þannig að ég lærði á píanó í 12-14 ár og síðan á þverflötu. Já, sæll. En ég held að tónlistarheimurinn sakni þess ekkert að ég sé ekki að spila mikið opinberlega. Ég geri það hins vegar oft í einrúmi, geri það ekki fyrir aðra, en bara fyrir mig einan og þá slappa ég ágætlega. Ég alinn upp við lestur bóka og ég alinn upp á bökkum lítildar ár í Skagafirði sem heitir Laxá í Skefilsstaðahreppi eða Laxá á Skaga. Það sem ég fékk að fara með afa mínum, bakarameistaranum Guðjóni Sigurðssyni til veiða. Alveg frá því ég var svona 5 ára gamall eða svo. Ég hygg að þá hafi ég fengið minn maríulax og það baktería sem að ég hef aldrei losnað við. Hún dýr. Þannig að ég svona alinn upp á króknum í því andrúmi sem þá var, frjálsaræði mikið, fengum að gera næstu allt sem við vildum. Við smíðum okkur báta, sigldum niður í Héraðsvötnin og út á Skagafjörð á bátum sem við smíðum, sem vakti ekki mikla kátínu. Þannig að við og svo spilaði ég þetta fótbolta þangað til að lappirnar þoldu ekki meira og körfubolta. Og aftur eins og í tónlistinni þá var íþróttaheimurinn ekkert fátækari þó að ég hætti því. En það önnur svona ástríða sem að ég hef
það eru íþróttir, sérstaklega fótbolti og körfubolti í mínum huga einhver skemmtilegasta íþrótt sem getur. Ég veit ekki hvað þið viljið meira Ólafur. Já, frá Króknum á leiðin síðan til í menntaskólann Akureyri sem einhver yndislegasti tími sem ég hef lifað og þar kynntist ég konu minni í þá Emma. Í Emma og hún er sveitastelpa á Ásgóðströnd í Eyjafirði og þar eigum við okkar afdrepp og við eigum 3 börn og við vorum svo skipulögð að við ákváðum að hafa 8 ára á milli þessara 3 barna og yngsta barnið er 21 árs og þá getið þið reiknað út. Það sko aldeilis. Herri, nú þú líka menntar hagfræðingur, ekki rétt? Hvar, varst ekki út að læra? Jú, ég byrjaði í viðskiptafræði hér heima síðan eins og stundu gerist að þá fór nú hugurinn aðeins víðar heldurinn í námi og ég tók virkan þátt annars vegar í starfsemi vöku í háskólanum en ekki síður í starfi sambandsungar og sjálfstæðismanna á þessum árum en byrjaði síðan enda við komum með barn að vinna á Morgunblaðinu og blaðamennska hefur svona lengi loða við mig. Ég gaf út blað heima á Krók þegar ég var 15 ára, Krókstíðindi hérna ásamt félaga minn Guðna Björnsinni og við græddum á því. Það er ólíkt því sem gerist í fjölmiðlum í dag en það er baktería sem hefur alla tíð loðað við mig en síðan fórum við hjónin út og fluttumst út til Boston með dóttur okkar elstu, vorum þar í 2,5 ár og snerum síðan aftur heim. Þá sneri ég aftur á mokkan. Ég að vísu var fréttaritari Morgunblaðsins meðfram námi í Bandaríkjunum og ferðaðist víða Bandaríkin og náði því að hitta einn af merkustu stjórnmálaleiðtogum seinni hluta 20. aldar, Ronald Reagan. Hittir Ronald Reagan? Wow. Já, í á skrifstofans í Hvíta húsinu, Oval Office. Þannig að ég og það er ógleymanlegt augnablik. Það eru fáir stjórnmálamenn í svona minnstakosti síðust áratugi sem hafa haft meiri áhrif á eina þjóð eins og sá maður og allan heiminn. Menn gleyma því ofta að þegar hann tekur við forsetaembættinu 1980 að þá voru Bandaríkjamenn í sárum, þeir voru búin að missa sjálfstraust sitt, vissi ekki hvert hlutverk þeirra var í alþjóðlegum stjórnmálum og var einhvern veginn almennu doði í Bandaríkjunum og efnahagslífið í kreppu. Hann blæs bandarísku þjóðinni í brjóst sjálfstraust með því að hann talaði til fólks beint inn í hjartað og ég hef oft velti fyrir mér hvort við þurfum ekki slíka stjórnmálamenn á fleiri stöðum og oftar en því miður að þá kannski er ekki mörg svona eintök framleitt á hverju ári. Eins og Reaganin? Nei. Eins og Reagan og síðan hinum með við hafið var að þetta Thatcher á þessum tíma og þau mótuðu þetta mig og mína kynslóð hér á Íslandi, höfðu mikil áhrif á okkur, alveg eins og Friðrik Hayek og Milton Friedman og fleiri. Ég sjálfur hef sótt svona mína hugmyndafræði með einhverju svona dass af einhverju íslenskum veruleika til austurísku hagfræðingana, Mises sérstaklega og síðar til Hayeks. Og ég reyni eftir fremsta megni í þessu stjórnmálafastri mínu að halda í prinsipin það stundum, ég ætla ekki að blóta en það getur verið erfitt. Til að gera langa sögu stutta þá var ég síðan framkvæmdastjóri í Almenna bókafélagsins eftir að hafa verið á Morgunblaðinu í nokkra mánuði að námi loknu.
þá glímdi félagið við gríðarlega erfiðleika og stefndi í gjaldþrot. Við náðum að sigla því félagi í höfn með nauðasamningum sem voru fyrstu nauðasamningar sem gerði voru eftir nýjum lögum og þá ætlaði ég mér að snúa aftur á Morgunblaðið en hlutirnir þróuðust þannig að ég ákvað að vera eigin herra og stofnaði Viðskiptablaðið 1994 og það var svona tók á í 2-3 ára að byggja það upp en síðan hefur það blað lifað og dafnað lengi. Þaðan fór ég og gerðist ritstjóri á DFF á miklum erfiðleika tímum og það var ævintýri sem endaði illa og síðan eftir að hafa verið svona sjálfstætt starfandi verið í eigin fjárfestingum og þá sneri ég mér aftur að pólitík for better or worse skömmu eftir hrun og hef verið viðlóðandi þá tík síðan. Þetta var bara nokkuð gott, nú veit ég bara hver Óli Björn er. Þetta er bara flott. En þú hefur alltaf verið mjög mikil talsmaður eins og við sögum áðan frelsismála og svoleiðis og mikil frjálshyggjumaður. Hefur það alltaf verið eða hefur það verið kannski frá því þú varst í Bandaríkjunum eða að fylgjast með Milton Friedman og Ronald Reagan og svona? Nei, ég hygg að ég hafi fengið þetta með brauðin í bakaríinu á Sauðárkróki hjá afa mínum sem var sjálfstæður atvinnurekandi. Hann var maður sem trúði því að fólk sem hefði alla burði frá náttúrunnar hendi ætti að standa á eigin fótum en við ættum líka sem væri svo gæfusum að geta það að rétta öðrum hjálparhönd. Þetta er nú kjarnin í ekki bara sjálfstæði stefnunu heldur líka í boðskap flestara frjálshyggjumanna að það sé einmitt náunga kærleikurinn sem að gildi ekki þvingaður heldur sjálfviljugur. Það var ætlast til þess að ég gengi til liðs við sjálfstæðisflokkin þegar ég hafði aldur til 16 ára. Ég neitaði því og það er líklegast í eitt af fáu skiptum sem að ég neitaði föður mínum eitthvað. Annars gengdi ég hlýðin. Og ástæðan var svo að mér fannst þá sjálfstæðisflokkurinn sem þá var undir forystu Geirs Hallgrímssonar heitins sem er líklega sá stjórnmálamaður sem hefur verið mesti frjálshyggjumaður sem að við höfum séð minnstakosti sá forsætisráðherra sem að sannarlega var frjálshyggjumaður í hjarta sínu en náði aldrei að byggja upp þær hugmyndir sínar. En mér fannst sjálfstæðisflokkurinn enga síður á þeim tíma vera á sósíalískur og á vinstri sinnaður og ég vildi svona lítið lag leggja við hann og taldi að það hlýta að bjóðast eitthvað betra. En svo svona eftir menntaskóla og þegar ég kem hingað suður og þá er alveg ljóst að þjóðmála áhugin er svo mikil. Ég gat tekið ákvörðun að fara þá í blaðamennsku eða fara í þessa vitleysu og ég tók þá ákvörðun fyrst að tækifæri bauðst að setjast í stjórnshús þegar að Geir Haarde tók við formennsku í SÚS og reisti svona, ég ætla ekki að segja SÚS við vegna þess að það var ekki dáið heldur reisti SÚS og ég segi SÚS en ekki SUS eins og þið unga fólki segir. Ég segir alltaf SÚS. Já, það takkaði kæði. Þetta er samband ungara sjálfstæðismanna og heitir SÚS í mínum huga. En allt í lagi. Hann reisti það á nýjan stall og gerði það gríðarlega vel og þá voru skemmtilegi tímar og skemmtilegi menn. En það sem hafði líka áhrif á mig eins og marga aðra á minni kynslóð var Íslendingur sem heitir Hannes Hólmsteinn Gissurarson sem þá var þegar þó að það eru einhver 10 árið að svo á milli okkar
en þá voru 10 ár þegar ég er 20 og innan 20 þá er það bara himinn og hafa gamall kall sko, mínum huga en hann hafði gríðarleg áhrif og hann lyfti hér grettistaki í hugmyndabaráttu borgaralegara afla hér á 8. og 9. áratugnum af eljusemi. Ég hef aldrei kynnst manni sem að afkastar jafn miklu og er alltaf að nema hugsanlega Birni Bjarnasyni sem að er svona annar maður sem að er ótrúlegur þegar að kemur afkostum. Ég hygg að verið 1979 þegar ég er í menntaskólanum á Akureyri, þá kemur Hannes Hólmsteinn í menntaskólan og heldur þar erindi. Á þeim tíma áttu hægri menn mjög erfitt uppdráttar í MA en Hannes tróðfyllti hátíðasal skólans, ég held að það hafi verið milli 300 og 400 manns á þeim fyrirlestri og mikið fjör, auðvitað margir andstæðingar hans en líka margir samherjar og þá einhvern veginn komu hægri mennirnir úr felum í MA. Já. Þeir eiga náttúrulega svolítið til, sko, hægri menn, þessi félum, sko. Kannski sérstaklega yngra fólk er oft þannig. Já, það er allt í lagi. Svo lengi sem að fólk hefur skoðanir og fylgist með þjóðmálum, þá getur það gert það í einrúmi í mínu vegna. En þú skrifaði nýlega grein þar sem að þú segist alltaf leggjast gegn öllum skattahækkunum sem myndu mögulega koma til á komandi þingvetri. Hvað var svona pælingin, þú veist, á bakvið það, hvað eru svona rökin sem þú hefur? Ég hef ekki að segja að það sé reynslan. Það er því miður tilhneiging hjá mörgum og þá ég segja mörgum sem að sitja á þingi, ekki bara núna, heldur bara í gegnum tíðin og líklegast verður það ókomna tíð. Að þegar að glímt er við erfiðleika í efnahagsmálum og horfa til dæmis fram á það að ríkissjóður er að missa tekjur, það er að minnka tekjur, þannig að umsvifin er að minnka og svo framvegis, að þá skuli bara hækka skatta. Þetta var gert hér eftir fjármálahrunið 2008 eða semst 2009 og 10 og 11 var þessum aðferðum beitt sem kostaði íslenskt samfélag og íslenskt launafólk, sérstaklega almenning, gríðarlegar fjárhæðir, ekki í formi bara hækkun á sköttum, heldur vegna þess að efnahagslífið náðu sér ekki á strik. Þetta er svona svipað og þú færð mann sem er móður og á erfitt með andadrátt eins og íslenska efnahagslífið er. Hvað ætlar að gera? Já, þú getur auðvitað gefið honum súrefni eða þú getur minnkað súrefni til hans. Mitt svar er augljóst og ég vona að fleiri taki undir með mér að slíkan mann vantar aukið súrefni, alveg eins og íslenskt efnahagslíf vantar súrefni og þess að skrúfar frá súrefnustöngunum en skrúfar ekki fyrir þá eða skrúfar svona eitthvað niður. Það er líka, þetta voru líka ásetningur vegna þess að ég hef því miður, þá hef ég tekið þátt í því að hækka hér skatta og ekki bara tekið þátt í því, ég fékk það hlutverk að mæla fyrir nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp það sem lagt var til að hækka fjármagnstekjuskatt úr 20% í 22%. Það var eitthvað sem að gengur gegn öllu því sem að ég stend fyrir og hef staðið fyrir og tala fyrir. En í pólitík þarf maður stundum að líta á hvort þú færði eitthvað þá fyrir hlutina og við náðum því þó að það var hafinn undirbúningur á því að lækka hér tekjuskatt á einstaklinga á móti
og það skiptir máli, en það breytir ekki hinnu að aðgerðin að hækka fjármagnstekjuskatt úr 20 í 22% var röng, alveg eins og það var rangt á sínum tíma fyrir 10 árum eða svo að hækka fjármagnstekjuskattin úr 10% í 20%. Það mun bara draga úr fjárfestingum og þar með draga úr framtíðar möguleikum ykkar hér þegar að þið klárið ná. Já, svo stimpilgjaldið. Alltaf ef maður þarf að fara að kaupa íbúð þá er maður að borga stimpilgjald. Getur svona aðeins farið yfir hvað innifalið í stimpilgjaldi og þetta ekki svona heldur úreldur skattur, auka skattur sem hefur verið að setja fólk? Stuttasvarið þetta rétt hjá þér. Þetta þetta úreldur skattur. Þú ert eiginlega ekki að fá mikið fyrir þetta. Þetta bara svona, þetta ekki einu svona þjónustugjald vegna þess að þetta svo margfalt umfram það. En auðvitað ákveðin kostnaður við að færa til bókar eign þína hjá sýslumanni og við megum ekki gleyma því að undirstaða okkar þjóðfélags byggist á eignaréttinum og eignaréttinum verður einhvers staðar að vera skráður og svo framvegis. En þetta rétt hjá þér. Það hefur þó náðst áfangasigrar. Stimpilgjöld fyrir fyrstu eign eru þó ekki nema 50% af fullu. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur verið helsti baráttumaður fyrir afnámi stimpilgjalds og hefur ítrekað lagt fram frumvarp þess efnis og Vilhjálmur Árnason hefur tekið við þeim kyndli núna og ég hef verið með þeim í því. Vandinn hins að sá að þetta eru töluverða tekjur fyrir ríkið. Þannig að þetta ekki prinsip, þetta eru tekjuspörsmál fyrir ríkið. Og þá spurt hvað á að koma í staðinn og ég sagði að ég skal bara benda ykkur á hvað þið getur sparað. Já, það þetta mjög góða punktur. En svo náttúrulega núna kannski svolítið stöðnun í efnahagslífinu og það hefur verið að lækka vexti til þess að örva neyslu fólks og kannski líka fasteignamarkað og svoleiðis. Þetta ekki ágætt skref í það áttina að örva markaðinn og eftirspurn? Jú, alveg örugglega. Ekki endilega fasteignamarkaðinn heldur bara skilja aðeins meira eftir hjá heimilunum þannig að þau hafi þó meira til aðstöðunar. Það alveg rétt, þá við í þessu eins og flestar aðrar skattalækkanir. Við kannski getum komið inn á það hér síðar að ég komin á þá skoðun að tekjumódel ríkisins sé úrelt, það sé hrunið, en við skulum fara í gegnum það á eftir ef tími vinst, en þess vegna þurfum við að endurskoða það allt frá grunni. En vaxtalækkanir sem að Seðlabankinn hefur leitt hér hafa skipt okkur gríðarlega miklu máli. Það alveg rétt. Og það hefur aldrei verið hagstæðara hér fyrir fólk að ráðast í sína stærstu fjárfestingu sem íbúðarkaup. Aldrei. Enda sjáum við það bara hlutfall fyrstu kaupenda hefur aldrei verið hærra. Þannig að við erum minnst ákvæmst að gera eitthvað rétt í þeim efnum. En vextir skipta ekki bara máli í þessu efni, þeir skipta líka máli varðandi kostnað við fjárfestingu atvinnulífsins. Þannig að þetta þetta vítaminsbrauta með svipuðum hætti og skattalækkanir eru. Þó að það virki kannski með öðrum hætti og gerist á fjármálamarkaði en ekki svona á gagnvart heimilum og varðandi einkaneyslu. Einmitt, mjög flott Herri, ég var að velta fyrir mér nú svolítið mikið í umræðinni varðandi einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og svoleiðis og fólk alltaf að ruglast á einkavæðing og einkarekstri. Geturðu sagt mér munin á þessu? Bara hver munurinn á einkavæðing og einkarekstri? Já, einkavæðing nú bara það þegar að ríki tekur sér til eða sveitarfélag og selur einhvern rekstur. Einkarekstur
í sjálfu sér ekkert annað heldur en það að ríkið eða sveitafélag semur við einhvern einkaðila. Það getur verið einstaklingur, það getur verið hlutafélag, það getur verið sjálfseignarstofnun að taka sér ákveðna þjónustu. Það er einhvern sem dettur í hug að halda því fram að við höfum einkavætt þjóðvegi á Íslandi. Hér fyrir nokkrum áratugum, ég man ekki 30-40 árum, þá var það nú þannig að líklegast orðið meira en 40 ár, þá var það þannig að vegagerðin sjálf sjá alla vegagerð. Gerðu út vegavinnuflokka hér á sumrin, voru með sérstaklega flokka í að byggja brýr og svo framvegis. Það var allt vegagerð. Var vegagerðin bara með sér malbyggun og flokka? Já, þetta var sem bara... Sem stöð þá líka eða? Já, ég man nú ekki hvernig það var, sko. En þetta voru vegagerðin sá bara þetta. En síðan fara menn að átta sig á því að þetta sé nú kannski ekki skynsamlegt. Og vegagerðin fer hægt og bítandi að bjóða út verkin. Og hvað gerist? Fyrir utan að kostnaðurinn við vegagerðina lækkaði, að þá urðu til hér öflugir, litlir og stórir verktakar út all land sem voru áður ekki til. Þeir voru kannski, höfðu fengið vinnu hjá vegagerðinni með vörubílinn sinn eða eitthvað svoleiðis áður í því að vegagerðin keypti þjónustu, en þeir fengu þarna tækifæri og við höfum notið þess og sjáum hvernig þessi verktakaiðnaður sérstaklega út á landi fékk að blómstra og þetta er forsendan alveg með sama hætti en þetta er allt gert á forsendu ríkisins. Ríkið er að borga en býður verkið út og það er vegagerðin sem sér það. Alveg með sama hætti höfum við hér komið okkur saman það að tryggja öllum hér heilbrigðisþjónustu sem á þurfa að halda, þegar þið þurfa að halda, eins góða og hægt er, þá bestu ef nokkur kostur er í heiminum. Við erum sem sagt búin að taka ákvörðun það að við séum öll sameiginlega sjúkratryggð. En þar með erum við ekki að taka ákvörðun það að ríkið eigi að sjá allt í þeirri þjónustu. Það er fullkomlega eðlilegt að ríkið geri samninga við einkaaðila að annast ákveðin rekstur, þess vegna bjóða hann út og svo framvegis, það sem hægt er. Og við höfum séð þetta gerast að hluta til í heilsugæslu hér á höfuðborgarsvæðinu, það sem eru einkareknar heilsugæslustöðvar og það er komin samkeppni þar og það var Kristján Þór Júlíusson sem kom henni á með því að breyta fjármögnunar módeli, þannig að nú sitja allir við sama borð. Og það var Guðlaugur Þór Þórðarsson þegar hann var heilbrigðisráðherra 2007-2009 eða 2008 sem kom á lögum sjúkratryggingar Íslands. Og sjúkratryggingar Íslands eru ef við skulum einfalda hluti, hún næstu eins og vegagerðin. Það er að segja að sjúkratryggingarnar eiga að sjá það að kaupa heilbrigðisþjónustu inn fyrir ríkið á eins hagstæðu verði og eins góða þjónustu og hægt er. Á meðal annars, og það var hugmyndir í upphafi, meðal annars að semja við ríkisbatteríið eins og Landspítalann, eins og Sjúkrahúsið á Akureyri og svo framvegis. Og þar með væri alveg ljóst hver allur kostnaður er og svo framvegis. Sjúkratryggingarnar eru að vinna fyrir okkur skattgreiðendur en er að tryggja hag hinna sjúkratryggðu. Og það gleymist alltaf í öllu þessu fári að skipulag heilbrigðiskerfisins hefur ekkert með Landspítalann að gera, hefur ekkert með Sjúkrahúsið á Akureyri að gera eða heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að gera. Það er bara eitt sem skiptir máli. Það eru hagsmunir hinna sjúkratryggðu og þau réttindi sem við höfum sem vegna sem við erum öll sjúkratryggð, við greiðum beint með tekjuskatti, óbeint með öllu neysluskattunum og svo framvegis.
Þannig að heilbrigðiskerfið á að byggjast upp í kringum þessa hugsun. En því miður að þá einhvern veginn skipulagi orðið þannig að það tekur mið af hagsmunum ríkisbáknsins. Þetta var langt mál, þið fyrir ekki við. Nei, hinn bara flott. Þá í stað þess að fólk gæti þá bara farið sjálft á eða þá heilsugæslustöð sem að það kýs. En nú getur það. Já, nú getur það, út af sjúkratrygginga. Nú get ég farið og skráð mig á heilsugæslustöðina upp á Höfða og sem einkarekin eða í Salakörfinu og heilsugæslustöðin fær ákveðna greiðslu miðað við þann fjölda sem þar skráður en síðan eru teknir inn líffræðilegir þættir sem hafa áhrif svo sem svo aldur, svo sem svo líkamleg ástand. Ef þú ert eldri þá það er örugglega borga meira fyrir mig en ykkur sko. Þetta ég eru ung og heilbrigð. Ég meiri áhættu. Nei, ég skilji hvað við og það er sem sagt og það eru hagsmunir heilsugæslunnar að laða til sín fólkið. Það eru hagsmunir heilsugæslunnar að fá sem flesta til að skrá sig þar og veita þeim eins góða þjónustu og hægt til þess haldist þar. Vegna þess að annars missa þeir tekjuna. Hið sama á við skóla. Þetta móti og hugsa ykkur hvað mikill ægi fólkin í því að vera með samkeppni gæði, þjónustu og svo framvegis í þessum sameiginlegu verkefnum okkar eins og á sviði heilbrigðismála, eins og á sviði skólamála og svo framvegis. Og hugsa ykkur hvað það ömurlegt að leggja á sig langt og strangt nám, eins og til dæmis læknisfræði. Vera hér í 6 ár á Íslandi, vinna síðan, fara síðan út í einhvern sérnám í 3-4, þetta 10-15 ára menntunarprósess, en guðsilóð, sem við viljum hafa vel menntaða. Koma síðan heim og það ekkert annað sem býður þinn heldur en að fara að vinna hjá ríkinu. Ég meina, það getur vel verið að það sé bara fín og getur vel verið að hugurinn standið til þess, það gott. En hvað með þá sem að vilja standa á eigin fótum? Hafa hugmyndir að bjóða upp á einhverja nýja sérhæfða þjónustu sem þörf á. Auðvitað eigum við að veita þessu fólki það frelsi og þetta á við kennara líka. Að byggja upp eigin fyrirtæki að svona búa til sín eigin tækifæri. Og ég held að við munum öll hagnast á því. Já, algjörlega. Og að því hún nefndir hérna skólana, maður hefur séð það eftir til þess að Verslunarskólinn hefur komið inn að hjallastefnan og eiginlega sama gildir heilsugæslustöðvarnar leið og einkareknu stofnanirnar koma inn að þá bæðist þjónustan hjá öllum, bæði þeim ríkisreknu og einkareknu. Þannig að manni finnst þetta svona frekar sjálfstætt mál að hleypa einkaaðilum að. Líka ég hef svolítið reynslu þess ég byrjaði í, nú ég ekkert að koma neitt heit á MH sko, ég byrjaði í menntaskólanum á Hamrahlíð, var þar í 2 ár og farið mér svo yfir í Verslunarskólann og var þar í 2 ár líka, var útskrifast bara núna. Ná til hamingju. Takk fyrir það. Ég sé bara grínlaust töluverðarmun og upplifði töluverðarmun. Bæði upp á aðstöðu og bara upp á kennara að gera. Og þannig þetta bara allt bara hárrétt sko, bara þjónustan og gæðin og aðstæðan, þetta var bara persónulega, mér finnst það bara töluvert betra sko. Já, það held ég reynsla allra við fyrir, mér líður eins og gamle manni þegar ég segi upp úr 1980 fyrir 35 árum eða eitthvað svoleiðis þegar að við tókum á landsfundi okkur til ungir sjálfstæðismenn og eiginlega yfirtókum menntamálanefnd eða menntanefnd landsfundar eins og þá hét og fengum þar samþykkt að hér ætti að innleiða það sem við kölluðum ávísunarkerfi. Kannski klaufalega orðað og hefði átt að gera það með öðrum hætti. Ég er búin að læra það nefnilega að það skiptir svo miklu máli hvernig þú talar og hvernig þú segir hlutinu, hvernig þú matriðir á og skiptir líka miklu máli að ætla sér ekki að gleypa heiminn sko, og fara ná
alla leið í mark strax það svona þolinmæði getur tekið lítilskref sko, þau eru betri heldur en engin en við fengum þetta samþykkt en síðan var þetta tekið út á landsfundi og það sem að þetta þótt ekki í samræmi við aðra ályktun sem var þó stjórnmálaályktun við vildum þá bara breyta stjórnmálaályktuninni en það var ekki en ég meina þetta er búið að vera 40-50 ára prósess að reyna að koma þetta auðvitað bara fylgi nemanda að fylgi sjúklingi þetta rétt að foreldrar geti tekið ákvörðun það að nota það sem fylgir þeirra barni til þess að greiða skólagjöld í þeim skóla sem að foreldrarnir og eða barnið eftir að þau sem að eldist ákveða og þið getur rétt ímyndað ykkur hvort að þjónustan verði ekki betri Þá þann líka að þá einstaklingum myndi borga fyrir bara eins og í Vestló borgu við skólagjöld þá þann líka að skólagjöldin væri þá líka Já sko Þú þannig að fylgir barni sko Já það eru þetta þannig að þessum áran sem þú varst í Vestló þá fylgdi þér fé Aldaginn? Já og þó að þú hafi síðan bætt við það með skólagjöldum það eru þetta þannig sko það sem þú borgar fyrir sjálfur þykir þið vænna heldur það sem þið er gefið það ekki nema bara að séu einhverju svona tilfinningar hafi gefið þér vasanhnífin eða eitthvað og þú vilt eiga en ég meina en þetta er svona almenna reglan og þetta er bara mannlegt en ef að sko og þá kemur er ég frjálshyggjumaður eða ekki það koma upp svona andartök það sem að ég sé býtu já, ég meina ég ætla að halda ég frjálshyggjuna en ég er samt ekki einstrengingslegur ég held að ef að menn meina eitthvað með því að reyna að koma á jöfnuði hér í íslensku samfélagi þá gera menn það ekki með því að segja við ungt fólk já ég veit þú leggur mikið á því í námi og ég veit að vinurðin Gunni hann leggur ekkert á sig og við vitum að hann fær bara 5 á prófunu og þú fara alltaf 10 en við ætlum auðvitað að jafna þetta út og þið fáið 7,5 það er ekki jöfnuðurinn sem við verum að leita eftir jöfnuðurinn felst í því að gefa fólki tækifæri til að nýta þó hæfileika og fá að njóta ávaxta erfiðis og dugnaðar og þess vegna skiptir það svo miklu máli að við séum kannski tilbúin til þess að byggja hér upp menntakerfi sameiginlega þannig að það sé ekki efnahagslegt eða fjárhagslegt mál fyrir foreldra eða nemendur að taka ákvörðun í hvaða námi fara ég held að þetta sé mesta og stærsta jöfnunar tæki sem völ er á og þá segi ég ef ég er sósíalist í þessum efnum þá er það Nei að því við nefna þarna jöfnun og það hefur oft verið svona segir, fólk sem er í vinstri átt og sósíalista sem hafa talað mest jöfnuð en mér finnst svolítið svona eins og það fólk talið þannig eins og það sé sama sem er ekki á jafnrétti en það er það ekki manni finnst eins og jafnrétti sé bara það að fólk fá að velja það sem það vill og hvar það vill læra og hvar það vill senda börnin sín í skóla en það einhvern veginn fer oft einhvern veginn svolítið svona blanda saman í eitt jöfnur og jafnrétti Ég held að þetta sé alveg kórrétt og þetta er ekki einu hugtökin sem að ruglast þegar ég er að alast uppar frjálslyndur maður frjálsara viðskipta frjálsara og opinna viðskipta skoðanaskipta og svo framvegis en nú er frjálslyndi að verða eitthvað allt annað heldur en ég var alveg uppið þess að
hafi ég einhvern tímann talað sjálfa mig sem frjálslyndan mann hér á yngri árum og þá var það í merkingu þess tíma en það orð orðið útjaskað og í mínum huga önnur lýsing á sósíalista því miður. Kannski verðum við að endurheimta það. Ég þarf að fara í þá baráttu. Já, ég held það sé fyrir eitthvað mikilvæg barátta. En svo erum búin að ræða hérna mikilvægi einkaframtaksins og einkageirans og maður hefur kannski séð það svolítið núna því við erum í þessum faraldri svakalega sem COVID að maður hefur séð svona hversu mikilvægt einkaframtaki þegar maður horfir á þáttöku íslenskar erfðagreiningar í baráttu okkar gegn þessum faraldri og minnst það svolítið sýna sig í þeirra svona verki hversu mikilvægt einkaframtakið Áttu vonaði að stjórnvöld eða stjórnmálamenn sem að hafa kannski ekki verið hörðustu baráttumenn fyrir einkaframtak í heilbrigðisþjónustu læra af þessu? Ég vona það, en maður veit aldrei. Já. Ég vona að hafa rétt fyrir þér. Já. Manni finnst þetta svolítið svona sérstakt að fólk sjáu það ekki og maður sér það svo svart og hvítu núna í þessu ástandi sem við erum í að hversu mikilvægt einkaframtakið Þetta bara korrétt hjá þér. Þetta bara ágætt analysering á stöðunni og ég hygg að kannski það eitt af verkefnum ykkar að halda einmitt þessu á lofti að líka halda á lofti þeim lærdómi sem að við þurfum að draga af þessum faraldri. Ég hef haldið fram að það séu engar kennslubækur í hagfræði sem hjálpa okkur. Það ekki búið að skrifa þær minnst ákvæmst, kannski verða þær skrifa þær. Í mínum huga er þessi barátta einhvers konar jafnvægislist. Annars vegar á milli sóttvarna, það er að segja heilbrigðissjónarmiða, í fyrsta lagi, í öðru lagi efnahagslega, en í þriðja lagi það hinn borgarlegu réttindi. Og það alveg ljóst að sóttvarnasjónarmið hafa ráðið hér för, heilbrigðissjónarmið hafa ráðið hér för á kostnað annars vegar efnahagslegra sjónarmiða og hins vegar hinna borgarlegu réttinda. Og það kann að vera að það sé skynsamlegt í upphafi slíks faraldurs þegar þú veist ekki hvað þú ert að glíma við og menn að reyna átt á sjóstöðunni og í rauninni heimurinn allur einhvern veginn í fári. En þú getur hins vegar ekki notað hinn sóttvarnarlegu sjónarmið eða heilbrigðissjónarmið til lengri tíma þegar að kemur að heiminum efnahagslegu vegna þess að hinn efnahagslegu sjónarmið þetta svo að það atvinnulífið sem borgar þetta allt saman. Þannig að ef atvinnulífið fær ekki að starfa með eðlugum hætti, heldur þú bara búin að slökkva því, þá skiptir ekki máli hvað þú gerir í heilbrigðismálum vegna þess að þú hefur gefnað því. Það molnar bara undan því. En jafnvel hinn efnahagslegu sjónarmið geta heldur ekki ráði bara för vegna þess að við þurfum að horfa á hinn borgarlegu réttindi sem hefur tekið árhundruðir að berjast fyrir. Og það eru ákveðin réttindi, ég meina það er ekki bara ferðafrelsi, það er ekki bara fundafrelsi, það er ekki bara málfrelsi, það er líka atvinnufrelsi sem að þetta snýst og við verðum að passa það, ég meina það getur verið koma aðstæður þar sem það kann að vera réttlætanlegt að ganga á þessi borgarlegu réttindi tímabundið. En þá verða menn að vita hvað þýðir þetta tímabundna ástand, hvenær lýkur því, undir hvaða kringumstæðum það og af hverju eru menn að gera það. Þetta eru ekki léttvæg sjónarmið að ganga á hinn borgarlegu réttindi sem okkur er tryggð í stjórnarskrá en okkur er líka tryggð í alþjóðlegu sáttmála sem við undirritað. Og mér finnst að við höfum aðeins, ég hef verið mjög ánægður með hvernig hefur verið haldið á spilum hér á Íslandi, sérstaklega með við hvernig hefur verið gert annar staða sem að sömu réttindi einstaklinga hafi verið fótum tróðin.
eins og til dæmis í Bretlandi, ég bara skil það ekki hvernig menn hafa komist upp með það og við höfum náð árangri, en ég hef áhyggjur af því að við séum komin núna í þann fasa eftir rúma 6 mánuði að við getum ekki lengur varið það að ganga á þessi heilögu borgaralegu réttindi. Jafnvel þótt að meirihluti landsmanna og líklegast mikill meirihluti sé tilbúin að láta það yfir sig ganga. Algjörlega. Svo svona hefur verið náttúrulega mikið umræðinu líka varðandi þessar liðskipta aðgerðir og svo lesa fólk á löngum biðlista, en þú getur alltaf farið klínikina, hún býður upp á þetta og margar aðrar stofnanir. Það var viðtal daginn við Hjálmar Þorsteinsson, framkvæmdastjóra klíníkarinnar, og hann var að segja það að fólk sem að fara í svona aðgerðir til Svíþjóðar sé að fara til einkaaðila. Til hans. Meðal hans. Já. Það er nú grínið í þessu öllu saman, hann náttúrulega frábær á sínu sviði, líklegast einn svo fremsti, ekki bara hér á Íslandi heldur hérna í Evrópu og starfar í Svíþjóð líka. Ég meina, sjúklingar sem að fá ekki greitt fyrir aðgerð hér hjá klínikinni í Ármálunum, þeir eru sendir út og það er greitt fyrir þá, en miklu dýrara, alltaf helmingi dýrara, og í einhverjum tilfellum eru þessir sömu einstaklingar sem fá ekki úrlaut sinna meina hér í Ármálunum hjá Hjálmari að fara til hans í Svíþjóð til einkaaðila sko. Ég meina, sýnir þetta fáránleika kerfisins og meðan við erum að eyða getur líklegast þjónustar næstu því 2 fyrir hvern einn sem að fer til Svíþjóðar, að þá er fólk hér sumir hverjir óvinnufært, það nú heldur betur tap, skattalegt tap fyrir ríki vegna þess að menn er ekki að sinna eða get ekki sinnt vinnu. Og eru kannski á örorkubótum líka. Já, þess utan, það er góð ábending. En svo líka það sem er bara hinn líkamlegu kvalir. Þannig að það verið að hafa af fólki lífsgæði. Þetta er spurningun lífsgæði. Og ég segi, hvernig dettur íslenskum heilbrigðisyfirvöldum í hug? Og hvernig geta réttlætt það að koma hlutunum þannig fyrir að það sé að vera að hafa lífsgæði af tugum eða hundruðum einstaklingi hér á Íslandi á ýmsum aldri, bara með einhverju prinsipafstöðu að því eru á móti einhverjum engarekstri, en hann er í lagi í Svíþjóð. Þetta er korrétt hjá þér. Já, þetta er svolítið mikil svona hræstni kannski í heilbrigðisyfirvöldum að leyfa fólk ekki að fara til einkaaðila hér en senda þau svo til einkaaðila í Svíþjóð og fara með pening bæði að kostnaðar á bak við þetta og svo náttúrulega peningur sem er að fara úr landinu, eins og bara það að þú borgar náttúrulega virðisaukaskatt af aðgerðinni svo sjálfri og það eru skattar sem þú borgar, en það ekki, eða Nei, ég held að hann talaði það að það eru það byrja 450.000 krónur sem tapast í skattekjum líka. Já, en það hafið í huga að ég þóri samt ekki alveg að fullari. Ég hygg að heilbrigðisþjónusta í Svíþjóð líkt og hér á Íslandi er ekki með virðisaukaskatti. En ég ætla ekki að fullera með Svíþjóð. Ég hef staðið þeirri trú. Ég þannig bara enn eitt atriði í minnisbókinu sem ég þarf að fletta upp og kanna betur. En þetta er auðvitað alveg rétt. Auðvitað tapast tekjur, ég meina það skatttekjur ríkisins, ég meina það er bara laun starfsmanna sem að væru að vinna hér á Íslandi. Það er ekki greiddur skattur af launum að vinnu sem fer fram í Svíþjóð. Hún kemur ekki í íslenska ríkiskassan. Svíarnar eru auðvitað ánægðir með þetta. Eðlilega. Já, þeir eru ekkert að kvarta það sko. Nei. Herri, svo náttúrulega búið að vera mikið í fréttum varðandi Æslandi er í varðandi COVID og svoleiðis sko, og margir eru að tala um ríkisábyrgð. Og nú veit ég ekki alveg hvar þú stendur í því, náttúrulega í kapitalísku samfélagi er ekki til neitt sem heitir ríkisábyrgð. Hver er þín skoðun á þessu? Ertu hlindu því að ríkið sé að ábyrgjast Æslandi er?
Þetta er sko, hlindur því nei. Það er nú hérna í sjálf sér, þetta er ekki eitthvað sem ég er að berjast fyrir. Hitt er sko annað að sko við auðvitað stöndum frammi fyrir því að ein af skildum stjórnvalda, ég meina fyrir utan að tryggja öryggi landsmanna innanlands og utan, halda upp í samgöngum, er að tryggja eðlilega samgöngu til útlanda. Og það er meira en að segja það fyrir 350.000 manna þjóð. Okkur hefur tekist það vel á undanförnum áratugum, það hefur stundu gefið á bátinn í þeim efnum. Því miður fór Vá með þeim hætti sem það fór. Það eru hins vegar erlend flugfélög sem að hafa verið að fljúga til Íslands, halda upp í þjónustu hér. Viljum við hafa svona vera undir erlendu flugfélögum komin þegar það kemur að flugsamgöngu til og frá Íslandi? Nei, ég held ekki. Þetta viljum minnst ákvæmst tryggja flugsamgöngur og okkar forsendum eigi að skeggja sko. Af því að við erum ekki á meginlandinu. Þýðir það að við eigum að reka hér ríkisflugfélag, þá verður nú lítið flogið eða minnst ákvæmst verður fátt flug og léleg þjónusta. Þannig að við viljum það ekki. Við viljum það ekki. Viljum við að ríkið með einhverjum hætti styðji við félag sem berst fyrir lífi sínu og við teljum að það sé mikilvægt að sé til, já segi ég, hvað þýðir það? Og þá segi ég, já, það fer eftir í hvernig hlutir þetta eru, hvernig þetta er gert. Það kemur ekki til greina í mínum huga að Íslenska ríki taki fjárhagslega áhættu af rekstri Icelandair eða nokkur annara. Ég er til dæmis á móti því að Íslenska ríkið sé að binda 400 milljarða í íslenska bankakerfinu. Ég tel að þeim peningum sé bara betur varið annarkvort að bara afhenda eigendum það beint með að senda bara ávísun til allra. Það er komið ferðaappið, hvort er komið ferðaávísun, við getum gert þetta með svipuðum hætti en sko en grínlaust ég hef minnst ákvæmst sagt við formann okkar og fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson að ég muni aldrei styðja það að Íslenska ríki gerist hluthafi. Ég sé hins vegar tilbúin að uppfylltum ákveðnum skilyrðum til þess að styðja það að Íslenska ríkið veiti einhvers konar víkjandi lán að uppfylltum ákveðnum skilyrðum til Icelandair til að tryggja framtíð þess félags ef það verður til þess að framtíð þess sé tryggð. En það þurfi margt annað að gerast. Meðal annars þarf það að liggja ljóst fyrir að þeir sem að eiga félagi leggi til aukið áhættufé. Þeir sem hafa lánað félagi átti sig á því að lána félaginu átti sig á því að þeirra fjármunir eru að einhverju leyti eða stóru hluta tapaðir og þeir þurfa að horfast í augu við það og afskrifa og svo framvegis. Þannig að ríkið kemur alltaf seinast að verki. En það sem skiptir líka máli er að þessi aðstoð sem með þeim hætti að hún ryðji ekki öðrum einkaaðilum innlendum úr vegi. Við höfum fylgst með því fréttum að hér hafa fulltrúar verið að undirbúa nýtt flugfélag Play sem ég vona að verði til og við getum ekki gengið þannig fram í þessum efnum að fyrirætlanir þeirra verða engu vegna þess að ríkið hafi stutt við baki á Icelandair. Þýðir þetta að ég sé þá að skrifa upp á það að ríkið veiti Play sambærilega ríkisábyrgð? Ég get ekki svarað ykkur. Ég hygg hins vegar að í þessum efnum eins og eða öllum öðrum þá finnst mér svo mikilvægt að við minnst ákvæmst gætu þá jafnræðis að ríkið sé þá að gera ekki alveg sérstakt fyrir eitt fyrirtæki
en síðan ekkert eða eitthvað allt annað fyrir annað fyrirtæki. Þannig að þetta er en þetta er hausverkur sem að við munum fá líklegast í október. Já. Þá skal ég bara koma aftur og svara til saka. Mér líst bara mjög vel að það. Bara mjög vel að það. Þú komst inn í stjórnmálskólan hjá Heimdalli og Týr í fyrra. Þá talaður svolítið tekjutengdan skatt og varst með helviti góða glærikynningu sem ég með þess að bæði að senda mér á Facebook og þú gerði það og mjög þakkláttur fyrir það. Og það var ég með dæmisöguna. Dæmisöguna, 10 manns og bar. Þú var að senda mér hún. Ég var að senda mér, hún var rosalega góð. Þú ert náttúrulega bara alveg á móti því og fjölgun skattrepa líka. Getur sagt okkur í svona stuttumáli af hverju þú telur tekjutengdan skatt ekki virka? Já sko, bara fyrir sá sem er að hlusta. Við skulum tekjutengdur skattur þetta ég veit ekki hvort þú átt við tekjutengdan skatt eða bara þrepaskiptan. Þrepaskiptan meira sko. Og það er það sem að ég tók nú þátt í að fjölga þrepunum eftir að hafa fækkað þeim fyrir 2 eða 3 árum og þá tók maður þessi til og fjölga þeim. Ástæðan er mjög einföld. Eftir því sem að skattkerfið er flóknara því svona verra er það fyrir venjulegt fólk. Fólk sem hefur ekki efni á því að til dæmis leita sér ráðgjafar og aðstoðar löggiltra endurskoðenda lögfræðinga og svo framvegis. Getur ekki nýtt sér þær reglur sem eru það hvernig þú lækkar skattinn og svo framvegis. En það sem skiptir meginmáli í hinnu stighækkandi eða þrepaskiptu tekjuskatti er að það er hvatinn til þess að afla sér tekna, til þess að vera með efnahagslega starfsemi, gera eitthvað, verður alltaf minni og minni. Og þú hefur alltaf minna hlutfallslega eftir því sem þú aflar meiri tekna. Í rauninni er hægt að færa hagfræðileg rök fyrir því að þetta ætti að vera omvendt. Það ætti fremur að vera hvetjandi að láta fólk afla sér meiri tekna og þar með þetta skattprósent að lækka. Ég geng ekki en það eru hins vegar, en það eru gild hagfræðileg rök fyrir því. Ég hef hins vegar sagt, heyrðu, við skulum bara upphugsa tekjuskattskerfið algjörlega upp á nýtt. Við vorum hér með flata tekjuskattsprósentu og það gafst mjög vel. Það var síðan eyðilagt hér eftir fjármálahrunið og þessi ömurlegi þrepaskipti tekjuskattur tekinu upp. Og við vorum byrjuð að lagfæra það og Bjarni Benediktsson var að vinna kraftaverk í þeim efnum. En ég hef sagt, við skulum bara hugsa þetta upp á nýtt. Og við megum ekki búa til tekjuskattskerfi gagnvart einstaklingum út frá því að ríkið þurfi svo mikla fjármuni, að ríkið þurfi 200 milljarðar hverju ári út úr tekjuskattunum og þá eru hagfræðingar látnir í það að búa til tekjuskattskerfi sem skilir 200 milljarðar. Það er röngað. Við höfum að hugsa, ef við ætlum að hafa tekjuskattskerfi sem er síðan annar mál, við höfum að hugsa þetta, hvernig er kerfið einfalt, hvernig hefur það minnst skaðleg áhrif á ákvarðanir einstaklinga til efnahagslegra athafna. Og hvernig tryggjum við það að fólk sem er með lágar tekjur haldi hlutfallslega meiru eftir heldur en þeir sem eru með hærri tekjur. Já, við getum gert allir dagins með alls konar bótum, vaxtabótum, húsnæðisbótum, barnabótum og svo framvegis. Barnabætur, ég hef aldrei skilið barnabætur að því leiti, heitið fyrir mjög í taugarnar á mér. Hins vegar við getum rætt ég vil hafa persónuafslátt barna, þannig að við gerum börnin okkar að bóta þegar við leið og fæðast með að kalla þetta barnabætur. Ég hef sagt, við eigum að innleiða hér flata skattprósentu en stiglækkandi skattleysismörk. Þannig að, og þá getur bara velti fyrir hvar eiga skattleysismörkin að vera, þau eru núna í kringum 150.000, 155 eitthvað svoleiðis.
þú getur byrjað í 200.000 og síðan skerðist bara línulega eftir því sem að tekjurnar þínar aukast þangað til í því dæmi sem að ég kynnti fyrir einhverjum held ég á seinasta ári þá miðaði ég við 1100.000 og þá ertu í raunni og þegar ég sé skattleysmörk og þá er þetta persónuafslátturinn sem að reiknast yfir í skattleysmörk og skattleysmörkin auðvitað í réttur hlutfalli við skattprósentuna sko. Þannig en persónuafslátturinn fellur þá niður hérna við ykkur ákveðin tekjumörk. Og þá vita með þetta og það er ekkert í sjálfu sér sem truflar þig annað heldur en að það er bara hægt og bítandi að þá jæst upp persónuafslátturinn þáka til að þú ert komið það háar tekjur að hann er ekki til. Þetta er einfalt, þetta er skiljanlegt og ég hef fengið ótrúlega viðbrögð við hugmyndum og þetta er auðvitað ekki mínar hugmyndir, ég fæ aldrei neina hugmyndir, ég bara steli þeim en sko þetta er svona hugmynd sem að hefur verið að þróast og við höfum verið að henda nokkur á milli okkar en meira segja sko áhrifamennina verkalýðshreyfingarinnar hafa tekið undir þessi sjónarmið sem kom mér óvart en var gleðilegt en það kannski endist mér aldur til að rinda þessi í framkvæmd aldrei að vita en þetta er langskynsamlegast en vandinn eins og ég var að segja ykkur áðan eitt af því sem að þið þurfa að dokumentara allt sem við lærum COVID og þú í hagfræðinni sérstaklega hvað ætlar þú að fara að læra? Ég er að fara í viðskiptafræðinni ég er að hattast að hagfræðinni sko. Ok hagfræðinni er mjög skemmtileg en sko eitt af því sem að mér sýnist ég meina það hefur vísu blasa við í nokkur ár en mér sýnist að vera svona meira áberandi núna í þessum faraldri er að þetta tekjumóti ríkisins, hvernig ríkið aflar tekna og þá að þetta runni við sveitarfélögin líka, er meira að minna hrunið. Það byggir á einhverjum gömlum hugsunahætti, hagkerfa eins og þau voru hér, en við erum að sigla inn í allt aðra og ótrúlega spennandi tíma sem að þið eigi eftir að upplifa. Ég veit ekki hvað það endar við vörur, þjónusta og vinnuafl verður óháð landamærum. Fólk byrjar að vinna hér á Íslandi fyrir bandarísk fyrirtæki og öfugt. Við erum að kaupa hér þjónustu, auglýsingar meira segja að íslenska ríkisstofnanir eru farnar að kaupa auglýsingar á Facebook og borga ekki virðisaukaskatt af því og svo framvegis. Þannig að, og virðisaukaskattur sem er okkar mikilvægst tekjustofn, hérna er svona hægt og bítandi þá að skreppa saman. Alveg óháð þó að einhverju ferðamenn kom ekki. Þannig að ég er ekki búinn að ná utan þetta, en mér sýnist eins og bara þetta tekjumódel sem að byggir á því að þú ferð út í búð og þú kaupir einhverja vöru og þar borgar virðisaukaskattinn. Þú ferð síðan í vinnuna og þú ert að vinna, þú fær launin og þú borgar skatt af þeim til ríkisins og til sveitarfélagana. Þetta er bara ekki lengur svona sko. Þetta er bara hægt og bítandi, er þetta alltaf samþættast og þetta er ekki bara áskorun hér á Íslandi, þetta er alþjóðleg áskorun og ég ætti að ná betur utan þetta og en ég held að þetta sé svona eitthvað sem að við þurfum að hugsa upp á nýtt, algjörlega og bara eitt lítið dæmi. Stór tekjupóstur fyrir ríkissjóð eru vörugjöld af bifreiðum og dísil og bensíni og svo kolefnisgjöld og svo framvegis. Við erum að líkindum miðað við þróunina að hætta að keyra díseltrukkana og erum komin á rafbíla. Og þá hrynur tekjumódel ríkisins þegar kemur af þessum þætti. Og þá þarf það að hugsa þetta upp á nýtt og þá þarftu bara að velta því fyrir, erum við ekki komið bara á þann stað enda tækni býður upp á að við höfum núna að fara að segja
Jú, við þurfum að fjármagna vegi, við þurfum að fjármagna ýmsa innviði hér og við ætlum bara að láta þá sem nota greiða fyrir. Þannig í staðan fyrir að leggja vörugjöld á bíla, í staðan fyrir að leggja vörugjöld á bensínið og svo videre, þá bara hætta með því og svo bara borgaru fyrir hvern ekinn kílómetr og það getur þessna verið mismunandi gjaldskrá eftir í hvar þú ert að keyra. Keyra á malavegi, keyra á tvöfölduvegi, keyra á fjórfölduvegi og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta verður svona verkefni ykkar í viðskiptafræði og hagfræðinni í framtíðinni og ég verð á elli heimilinu og fæ tekjurnar. En að því að eins og það svona tekjuskattskerfi sem við búum við núna, sem að er skattþrep og svoleiðis, þá myndast svona ákveðið velferðartap. En með þessari leið sem þú ert þarna að stinga upp á, tapast, eða losnum við það það með þessari aðferð? Nei, þú losnar í rauninni aldrei við velferðartap með skattheimtu. Ég meina það verður alltaf, en hún verður mjög takmörkuð. Tapið verður mjög takmarkað og líka vegna þess að það sem að skiptir kannski í mínum huga skiptir mestu máli að sníða skattkerfið annars vegar út frá einfaldleika, þannig að allir skilji og þurfi enga sérstaka sérfræði aðstoð til að skilja það. En að það sé líka þannig að það hafi lítil eða mjög takmörkuð áhrif á það hvernig þú hegðar. Hvort þú velur að vinna lengur en 8 tíma á hverjum degi, hvort þú velur það að sækjast eftir nýju starfi með meira ábyrgð, meira álagi og hærri launum, eða hvort að þú settir þig eða vilji bara vera óbreytt. Þannig að þetta skattkerfi sem er eins hlutlust og hægt er það sem er eftirsóknarvert fyrir alla. Einfalt. Já, frábært. Að því við vorum svolítið komin út í hagfræðina, alltaf svona, að því við talaðum að ómikli skattar, það gæti verið letjandi og svoleiðis, að við séum það komin út í svona þessa Laffer-kurvu, sem að kannski svolítið svona umdeild og ekki margir sem vilja meina. Nei, hún er ekkert umdeild, hún er rétt. Já, hún er ekki allir sem vilja meina. Nei, ég hygg að það séu mjög fáir hagfræðingar, þú leiðir mig. Ég hygg að séu mjög fáir hagfræðingar sem eru samfærir það að Laffer-kurvan sem slík eða hugmyndin sé röng. Ég held að sé nálega einhverjir. Já, það eru einhverjir sérvitringar. En nei, vandinn er auðvitað við Laffer-kurvuna, hann hjálpar okkur ekki til að meta það hvar við erum. Nei. Og ég held að þetta er alveg kjörlendi fyrir hagfræðinga að rífast það, ertu vinstra eða hægra megin á Laffer-kurvunni eða hvar ertu? En ég held að við erum auðvitað að reyna að vera þarna á toppnum, en okkur hefur aldrei tekist að ég er samfæður að við séum hægra megin á Laffer-kurvunni. Já, við séum að fara niður þá. Já. Þannig að það þarf þá að lækka skattana. Já. Já, það er áhugaverð pæling fyrir hagfræðinga. Já. Ég held að við séum bara nokkuð góð. Sko. Já, ég held að svona kannski að lokum er ykkur mál sem að þú ætlar að taka fyrir á þinginu nú en alltaf COVID og margt svona í boði til þess að bjóða upp á einhver frumvörp eða eitthvað svoleiðis? Sko, ég hef vegna þess að bakgrunnur minn í fjölmiðlum hefur gert það verkum að ég hef auðvitað óendanlegan áhuga á fjölmiðlum og mér svíður mjög að sjá hvernig sjálfstæðir fjölmiðlar eru staddir. Og mér svíður hvernig ríkisútvarpið fitnar eins og búki á fjósbita. Ég ger mig hins vegar grein fyrir því að ég mun ekki upplifa þann dag að ríkið hætti að reka fjölmiðlafyrirtæki sem ég bara skil ekki hvernig mér geta fundið það út að það sé skynsamlegt á 21. öldinni. Enda ég meina tæknin hvort að kannski hjálpa tæknin okkur við að leysa það vandamál. Þessna hef ég og ég hef verið á
mikill andstæðingur þess að það séu teknir upp hér beini ríkistyrkir til fjölmiðla fyrirtækja sjálfstætt starfandi og til að það bara gangi ekki upp og sé bara í þversögn við það hlutverk sem sjálfstæðir fjölmiðlar eru að verða háðir hinnu pólitíska fjárveitingavaldi sé bara galið og en hins vegar sé hægt að búa þá til og nú kemur að því að maður ekki alltaf sjálfur sér sakkamur að það kunna vera skynsamlegt að fella niður tryggingagjald af launagreiðslum fjölmiðla. Þetta frumvarp sem ég lagði fram í fyrra og ég ætla að endurtaka þann leik. Ég hef líka verið með í undirbúningi og það svona svo gott sem klárað að leggja fram frumvarp sem að ég hygg að komi eldra fólki mjög til góða en ætti að koma líka barnafólki verulega til góða og það að heimila fólki sem kaupir heimilishjálp, kaupir þrif, aðra heimilishjálp, kaupir aðstoð við að ná í börnin í leikskóla eða í skóla eða einkakennslu fyrir krakkan og svo framvegis geti dregið alltaf 150.000 krónur frá tekjuskattsstofni á mánuði eða 1,8 milljónir á ári. Og það sem gerist að þetta mun alveg örugglega skipta eldri borgara verulega miklu máli sem þurfa kannski að kaupa einhver aðstofinn á heimili, vanandi þrif og annað. En þetta getur skipt líka barnafólk verulega miklu máli. Það getur tekið sér saman að kaupa þessa þjónustu, að ná í börnin veri ekki allir í sprengu eða ná í börnin eða bara sinna börnunum þegar þarf að aðstoða halda utan skóla og svo framvegis. Og það sem meira og fyrirmyndin sótt til Svíþjóðar, þannig að það sé sagt. Og það sem gerðist þegar að Svíar innleiddu eitthvað svipað fyrirkomulag var að svart hagkerfi kom upp á yfirborðið. Vegna þess að þetta auðvitað þjónusta sem keypt á mörgum heimilum, vegna þess að fólk þarf á þessari þjónustu að halda. Og hún ekki gefin upp. Og þetta fólk sem að sinnir þessari mikilvægu þjónustu algjörlega réttindalaust. Það ekki borgað í lífeyrissjóð og svo framvegis og það kannski ekki til. En þetta kemur allt upp á yfirborðið og þetta mikilvæga starfsfólk fær allt í einu þau réttindi sem að því fylgir að vera að sinna störfum sem upp á yfirborðinu, greiða því skattar og skyldur og svo framvegis. Þetta svona áhugamál mitt og svo eru nokkur önnur mál sem að ég tel að það séu réttlætismál. Hvort að þetta skilar árangri, ég veit það ekki. En ég hygg og það hefur komið mér óvart, að það stuðningur við þessa hugmyndafræði sem ég hef að þess að rætt við aðra þingmenn við þennan frádrátt í öðrum þingflokkum og þannig að kannski sjáum við einhvern árangur, ég veit það ekki. Já, við erum bara að vona það. Já, ég held það. Takk hérlega bara fyrir komuna. Já, takk fyrir að lofa mér að vera með ykkur.